Sæl. Já, formaður og aðrir sem að mál mitt heyra. Ég sammála Þorvaldi Gylfasyni það að þingmenn, og hefur í öllum mínum tillögum, ég lagði fram strax í upphafi eftir mína stafnureið og í tengslum við hana, 5 möguleika á einhvers konar blönduðu kerfi sem að nú hefur orðið að veruleika og þá gerði ég alltaf ráð fyrir 53 af því að 10 ráðherrar væri farnir og hvort þið er það þannig eins og við vitum að þessi 10 ráðherrar sem núna eru á þingi, þeir náttúrulega taka ekki þátt í nefndarstarfi og mega lítið verið að því að sinna því. Þeir eru svona, ég veit ekki hvort þeir eru 1/4 af þingmanni eða hvað. STVF, meðfærilegt atkvæði, það ekki ágætt? Jæja, en sem sagt, við verðum að huga því að B-nefndin og við verðum að setja þingmönnum fyrir ný verkefni og gera á það auknar kröfur og það var eitthvað sem að þjóðfundinu sá ekki fyrir þegar krafðist fækkunar þingmanna. Þannig að við verðum að sjálfsögða að meta þetta sjálf og tek undir með Guðmundi að gera það þá í lokin að komast að þeirri niðurstöðu sem við teljum að rými best við annað sem við höfum gert sem að þjóðfundurinn sá ekki fyrir. Ég var ekki viðstaddur þegar að fólk tók sér saman hérna kynjakvóta tillöguna hefði verið á þeir lista og styð hana eindregið. Hvað snertir Reykjavík þá liggur það náttúrulega hlutaris eðli að segjum að allir kjósi bara nokkurn veginn jafnt í sínu kjördæmi, atkvæðin dreifist þannig eftir magni, þá munu þingmenn auðvitað fá, Katrín, nánast alla, eða Reykjavík og höfuðborgarsvæði fær alla þessa þingmenn, bara í krafti þess að það vægi atkvæði, það er flest atkvæðin eru þar og þá munu Reykvíkinga fá sína þingmenn. Hitt sem getur gerst sem mjög athyglisvert í þessu og það að það alveg hugsanlegt að Reykvíkinga muni kjósa svo marg út á landi að þingmenni verði fleiri þar og færri hér í Reykjavík. Munurinn á því og mismunandi vægi atkvæði núna sá að vægi atkvæði núna fyrirfram bundið inn í skipulagið. Það 2 á móti 1. Í þessu tilfelli sem við erum við að opna á mjög mikið frelsi sem getur valdið því að vægi atkvæða getur orðið mjög mismunandi. Í einum landshluta fær bara einhver maður þvílíkt fylgi, hann dregur með sér inn á þing menn sem að aðrir af landinu hafa kosið. Svona svipaði svo þegar Hannibal dró Karvel Pálmarsson, barnakennaran, óvart með sér á þing vegna þess að hann var með svo mikið fylgi á Vestfjörðum. Þannig getur gerst í okkar kerfi og það bara vilji kjósandana sem ræður því. Og ég segi, Katrín, hefur þér fundist að Reykjavíkur þingmenn hafi verið með rosalega mikla hagsmunagæslu fyrir alls konar reykvískum málum undanfarna áratugi? Þvert á móti hefur verið kvartað yfir því að þeir séu alveg gagnslausir kjördæmaþingmenn. Ég held satt að segja að þessi aðalatriði sé nú gæðin en ekki magnið af Reykjavíkur þingmannum.